Komið sæl, úrslitakeppni toppdeildar karla í íshokkí hefur verið frestað eftir að dómstóll ISÍ dæmdi SA 10-0 sigur á SR í leik sem SR vann 3-0. Fjölnir sem eðli málsins samkvæmt tók engan þátt í leiknum, kærði úrslitin og standi dómurinn taka Fjölnismenn sæti SR í úrslitaeinvíginu. SA varð í efsta sæti toppdeildarinnar að loknum öllum 18 leikjum hefðbundins leiktímabils. SR var í öðru sæti og 3 stigum þar á eftir var Fjölnir. 22. febrúar vann SR SA 3-0 og tryggði endanlega annað sætið. Fjölnir kærði hins vegar úrslitin í leiknum og sagði SR hafa telt fram ólöglegum leikmanni, auk þess sem of margir leikmenn hafi verið á skýrslu í liði SR og of margir markmenn sem eiga mest vera 2. Dómstóll ISÍ féllst á þessi sjónarmið Fjölnis og dæmdi SA sigur. Sigur fyrir dómstólum skráist samkvæmt reglum 10-0. SR missir því stigin 3 sem liðið fékk fyrir sigurinn og markatalan sveiflast 13 mörk. Það setur SR aftur fyrir Fjölni í töflunni og standi dómurinn fær Fjölnir sæti í úrslitaviðuregninni á kostnað SR. Sögun þó ekki lokið. SR sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem segir að leikmaðurinn, Connor White Hugh, hafi sannarlega verið með leikheimild sem hafi byggt á fordæmi frá árinu 2022 þegar Fjölnir skráði leikmann á miðju tímabili. Skautavélar Reykjavíkur sendi inn til Íshokkísambandsins beiðni leikleyfi fyrir umræddan leikmann. Í fyrstu var því hafnað og þá kom SR tilbaka og benti á fordæmi sem voru til, eldra fordæmi. Það fordæmi var síðan skoðað mjög vel og það var niðurstaða mín sem framkvæmdastjóra Íshokkísambandsins að það var ekki hægt að horfa fram hjá þessu fordæmi af því að málin voru mjög svipuð og ég taldi það mikið réttlætismál að Skautavélar Reykjavíkur fengi leikheimild fyrir þennan mann eins og Fjölnir hafði fengið í svipuðu máli 2 árum áður. Þannig að það væri sambærilega afgreiðsla á sambærilegum málum. Þannig að ég gaf út leikleyfi á mannin. Óvart hafði svo verið skráðir 3 markmenn á rafræna leikskýrslu en í útprentaðri útgáfu hafi verið strikað yfir 1 markmannanna og bæði lið kvittað undir það. Reglur segja þó rafræna skýrslu gilda. Dómur dómur og nú hefur það verið kveðið upp úr að þessi leið að skrá leikmenn með þessum hætti ekki leyfileg. SR ætlar að áfrýja niðurstöðu dómstóls ISÍ og bætir í yfirlýsingu við að félagið ætla að kæra alla 13 leiki Fjölnis síðustu 2 tímabil þar sem Styrmir Örn Snorrason lék, því leikamild hans hafi verið fordæmið sem leikamild Connor White byggði á. Úrslitarimman átti að hefjast á laugardaginn hefur verið frestað viku og stjórn Íshokkísambandsins tilbúin að gera frekari tilfærslur þar til dómsmálið til lykta leitt. Þó ekki hægt að fresta endalaust því landslið Íslands heldur á HM í lok apríl og þá þarf úrslitarimmunni helst að vera lokið. Það æskilegast en við eigum það upp í erminni svo sem að ef að áfrýjunin fer að dragast að þá getum við frestað úrslitakeppni svona framöndi miðjan maí. Við sendum erindi til starfsmanns dómstólsins og óskuðum eftir því að dómstóllinn gerði sitt besti að flýta málin eins og hægt